Já, komið sæl. Við erum hérna í þættinum Sósíalískir feministar. Ég María Pétursdóttir og Sara Stef Hildadóttir. Og við erum með góðan gest, Drífu Snædal, talskonu Stígamóta. Ertu velkomin? Takk. Við ætlum aðeins að ræða mansal og svona ástandi sem er í gangi núna með flóttafólks, eða bara á Íslandi. Þetta er svolítið svona, þetta er náttúrulega bara alveg gríðarlega alvarlegt ástand. Hvað, þú skrifaði grein á dögunum, þar sem að þú ert að velta vöngum yfir máli einnar af þessum 3 flóttakonum sem að var bara hreinlega kasta út á götu í vikunni. Já, ég er búin að skrifa allavega 2 greinar stöðuna eins og hún núna. Fordæmalaus staða sem við stöndum frammi fyrir eftir að nýju útlendingalögin gengu í gildi og nú er að koma í ljós framkvæmd þeirra og hver ætlunin með þeim var. Það sem við höfum gert hjá Stígamótum, bæði er í talskonu Stígamóta og svo er í mansalsteymi Bjarkarhlíðar líka, sem fjallar mansalsmál sem er þessi stað hérna á Íslandi og svona skipuleggur svona í kringum það. Mansal, aðeins að hérna, þetta er ekki mansal, þetta er með einu enni, mansal. Já, Man er gamla orði yfir bæði konu og þræl. Man er þræll á íslensku, þess vegna hefur þetta orð verið notað yfir þrælahald og mansal samkvæmt svona alþjóðaskilgreiningum og skilgreiningum í lögum er þegar einhver er hérna að blekkja þig eða neyða þig til þess að inna af hendi vinnu eða í nauðgunar vændisbúðum, nauðgunarmansal eða í betl eða einhver það hefur verið að þvinga þig, þrýsta þér, múta þér, hóta þér, ógna þér, kúa þig til þess að gera þetta og þú nýtur ekki ágóðans af þeirri vinnu til dæmis og framkvæður. Ég fjallaði mjög mikið mansal þegar ég var í verkalýðshreyfingunni í þau 10 ár sem ég var þar, kenndi kursa, bjó til handbækur og svo framvegis. Og þar var svona birtingarmyndin svo að það vera að flytja fólk hingað til Íslands og vinna og það er í verstu tilviku frelsisgert, sveitt vegabréfi og svo framvegis en við sáum töluvert mörg dæmi þess að fólk var látið vinna mjög mikið og fekk ekki greitt, var jafnvel stofnað til skuldar sem það hafði einhvern veginn litla möguleika á að vinna sig upp. Nú er ég komin til Stígamóta og þetta svona, þessi málaflokkur fylgir manni af því að við sjáum nauðgunarmansal hérna kristallast, stundum kalla vændismansal. Ég vil alls ekki kalla þetta kynlífsmansal af því að mér finnst kynlíf og uppeldi vera sitt hvor hluturinn og við erum ekki að rugla saman. En þar sjáum við þolendur og sérstaklega þessi kona sem hvers máli ég hef verið að tala síðustu vikur. Það er afskaplega vel þekkt. Það er kona frá Nígeríu, blekkt til Ítalíu, er þar í nauðgunarmansali í mörg ár, nauðga á hverjum degi, stofnað til skuldar. Það er ákveðin helgisíður sem heitir Juju álög sem er lögð á þar í Nígeríu til þess að gera þær undirskipar manseljandanum og ef það brjóta hann þá mun öll heimsins ógjafa dynja við þær og fjölskyldur. Þannig að það er auka. Þannig að þetta verður líka trúalegt bara, það er bara öllum brögðum beitt og það sem er með mansalið sem er svo viðbjóðslegt, bæði er náttúrulega verið að selja fólk á milli landa, en það er þetta er arðbærasta glæparstarfsemin í heimi í dag. Konur og börn. Konur og börn og menn líka. Í dag eru fleiri þrælar í heiminum heldur hún á öllu þrælatímabilinu hérna á 15., 16. og 17. öld. Samtals. Já. Við erum náttúrulega bara mikið fleiri náttúrulega. Já, við erum náttúrulega fleiri í heiminum. Og þetta hefur vaxið og ég man nú ekki alveg töluna en ég held þetta hefur vaxið samkvæmt Alþjóðavinnumálastofnuninni 20 milljónir á 5 árum eða eitthvað. Þetta er vex gríðarlega. Þetta getur verið vinnumansal,
Þetta getur verið svona önnur þrælkun, betla, stela og það mjög algengt að mansalsþolendur séu gerðir að glæpamönnum, skilur. Útvega fölskilríki, látni gera eitthvað ólöglegt, innbrot. Og fórna þannig raunverulega bara. Já, og tryggja það að þeir fari ekki til lögreglunar, eðlilega. Og mjög margir dómar sem falla eru dómar yfir mansalsþolendum sem munu aldrei nokkuð tíman gefa það upp að þau séu í raunni þolendur mansalsringja eða kúara sinna. Náttúrulega líka bara eins og með hvert annað kynferðisofbeldi fylgir þessu náttúrulega líka rosalega skömm og niðurlægingin rosalega sko. En ég ætla bara að segja eitt dæmi sko því ég var hérna í miklu samstarfi við Öldu Hrönn hjá löggunni, Eddu Ólafsson Reykjavík og Borg og hérna dómsmálaráðuneyti á sín tíma. Við vorum með mansalsráðstefnu hérna, var 2016 þegar ég var hjá Starfsgreinasambandinu. Og fengum erlenda sérfræðinga og þá var sér norskur saksóknari sem hefur náð gríðalegum árangri í sakfellingum í mansalsmálum í Noregi að hann fór bara kortleggja og til dæmis dæmi stelpu sem var stöðugt verið að taka fyrir betl bara hér og þar í Noregi og það var ekki fyrir en einhver eins og hann kemur inn í þetta og fyrir bara að púsla saman einhvern veginn raða saman púslunum að þá hægt að ekki alltaf vera að handtaka hana og finna ykkur úrræði sem hún stríkur úr jafnóðum þegar hún hafði einhverjum öðrum heldur bara uppræta mansalsring og ég veit ekki hvort þið vilja frekar útskýringar á mansal eða hvort ég get veitt þær en það er kannski ágætt að tala það hérna á Íslandi við erum með einn mansalsdóm sem hefur staðist hærra dómstig hann var felldur 2009 eða við höfum ekki fengið mansalsdóm síðan 2009 sem er ekki hnekkt á þeirra dómstigi og ástæðan fyrir því að við fengum þennan dóm var að þá var í dómsmálaráðuneytinu Ragna Árnadóttir og hún gaf nánast út óútfylltan tékka til þess að rannsaka þetta mál, verja vitni og bara setti þetta í forgang. Já, og þannig var hægt að fá dóm. Það var fjöldi manns í vitnavernd. Og svo náttúrulega greiðlega umfangsmikið rannsókn á málinu. Síðan fengum við dóm líður og býður, svo fengum við dóm í fyrra eða vor þar sem var kona sem var að gera út stjúpbarni sín í vinnu og Landsréttur hnekkti þeim dómi og að mínu viti þá er það dæmi vanþekkingu hjá Landsrétti að hnekkja þeim dómi þannig að við höfum verið gagnrýnd stöðugt af bæði af sérstaklega Greta-nefndinni sem er svona alþjóðlegt batteri, evrópskt batteri sem er að skoða útfærslu á mansalsmálum hér og þar. Við erum stöðugt gagnrýnd Ísland fyrir að vera eftirbátar annarra þjóða í mansalsmálum. Já, og bara dómskerfið okkar bara kannski yfir höfuð. Bæði dómskerfið, rannsók, við erum ekki með það sem kalla national referral mechanism, það er engin svona reynda vísir að því núna í Bjarkarhlíð sem við erum að gera með samningi við félagsmálaráðuneytið en það sé engin einhver svona miðstöð sem segir já, hérna er grunur þolanda mansals. Þá fær þessi auka vernd sem er í lögunum á Íslandi, þú átt að fá auka dvalarleyfi, auka aðstóð og svo framvegis, auka líkurnar á því að þú aðstóður lögreglu við rannsókn málsins, byggja upp traust og svo framvegis. Og það sem er líka áhugavert að þessi áðurnefnda Greta-nefnd hefur nú gefið út mjög skýra leiðbeiningar að þú þarft ekki endilega að vera mansalsþolandi í þessu landi til þess að eiga að njóta verndar. Þannig að þessar konur sem við erum að sjá, kona sem ég, sem skjólstæku Stígamót og fleiri, að vera mansalsþolendur á Ítalíu, komið sér hingað til Íslands, ekki alveg ljóst hvernig, með eitthvað undarleg vegabréf og það er hluti af þessu. Ef það er einhver hætta á þetta fólk lenti aftur í mansali, þangað sem þeim veru vísað, hvort sem það er Nígería eða Ítalía og við teljum raunverulega hættu á því, þá ber Íslandi að veita þeim skjól. Þannig eru við að brjóta alþjóðasáttmála. Sem við erum aðilar að, já. Sem við erum aðilar að, já. Og þannig að jafnvel þótt íslensk stjórnvöld séu vel meðvituð bara mansalstrafík í gegnum landið og á landinu, á Íslandi, að þá fara þau samt sem áður í þessar aðgerðir.
Já. Að úthýsa fólki. Já. Og sýna því algjöra mannfyrirlitningu. Og í greininni skrifar það er einhver reglugerðir það ekki? Jú, það er þessi umdeilda grein sem að félagsmálaráður og forsætisráður að telja að hafi átt að taka við núna, útlendingur í neyð, greinin hjá sveitarfélögum. Já, þannig að samkvæmt henni þá má skjóta skjólshúsi yfir fólk sem í þessum aðstæðum eins og... En það sett upp í hendurnar á sveitafélögunum og sveitafélögin sögðu það áður frumvarpið og samþykkt. Já, það var ekki gera það. Þetta er ekki okkar mál. Og þá fer þetta fjallum einhverja fjárveitingar og einhverja svona tæknilegar... Þá einhverju pólitíkus samt að samþykja lögin á grunni þessa. Já. Þau voru blekt eða af ásetningi eða stjórnarsamstarfi í hættu eða ég veit ekki hvað Já, einmitt. Þannig að það er algjörlega óskiljanlegt að fólk hafi ekki gengið og skuggað það að þetta ætti við áður að samþykti lögin á grunni þess að þetta ætti við að sveitarfélagi myndi grípa þetta fólk Og það er það sem fær mann til þess að hugsa einmitt hvað liggur að baki þessum aðgerðum Já og svo í gær kemur dómsmálaráðherra og talar búsetu úrræði með takmörkun, ég skrifaði þetta nú niður, þetta svo realiska, sem þýðir flóttamannabúðir og fangabúðir, þetta eru lokaðar búðir, það er samkvæmt öllum, ekki bara mannréttindasáttmálum, heldur bara mannlegum gildum, eitt að svakalegasta sem þú getur tekið fyrir hendur sér ríki, og ég velti fyrir mig hvað heldur þau? Ég meina, var þetta planið? Þetta hljómar eins og plan. Þetta hljómar eins og þetta hafi verið planað og að þessi aðgerð núna sé bara svona liður í því að sýna fram á eða fá, ég veit ekki, hina í ríkisstjórnum til þess að segja bara, ég meina eins og Katrín tala núna, að hún segir eitthvað svona, já, mér líkaði ekki við þjóðmyndina, eins og áður, skilur, hún talar að svona Já, en kannski þurfum við bara að gera það núna, ég veit ekki, skilur. En svo er mér orðið eiginlega nokk sama, bara ef þessu málum reddað. Að því bara núna er ekki neyðarástand og mannúðakrísa á Íslandi, að því að fólk er bara í stór hættu, bæði andleg og líkamleg líðan og bara, þetta er hópur sem er útsettur fyrir misnotkun, endur mannsali, hætta bara fólk sem er í lífshættu. Já, hvað annað eiga þau að gera? Það er umhverflega eina sem þú getur gert er að nú áttu bara skrokkinn þinn. Já, og ef ég væri svífurlegu glæpamaður sem ætlaði að græða fólki, þá myndi ég bara fara að pekka þetta fólk upp og gera það út. Já. Og það er náttúrulega það sem mun gerast. Það er hættan. Þannig að núna erum við á einhverjum algjörum tímamótum á Íslandi, erum við að fara að búa til neðanjarðar starfsemi, örvæntingafulls fólks sem er búið að svifta öllu eða ætlum við að sýna einhverja það sem ég skil ekki alveg þessu. Það er tímapunktur sem við erum í núna. Já, það sem ég á erfitt með að svona negata í öllu þessu, að það er einmitt að þetta er klárlega það sem að gerist næst er þetta. Og hjá ríkisstjórn sem að telur sig eða vill vera málsvari öruggs ríkis eins og Íslands, hvernig gera þau? Hvernig samræmist það? Hvernig samræmist þessar aðgerðir? Því að tala síðan jafnréttisparadísina Ísland, þú veist, Ísland best í heimi. Þegar þú ert raunverulega eins og Magnús Nordahl, hann að lögfræðingur sagði, þú ert að framleiða, heimilisleysi, þú ert að framleiða, svartamarkað, mansal. Já, ég var bara að segja það svona prívat og persónulega, ég var nú ekki droslega kátt hérna á laugardaginn þegar ráðherra voru í bæ að fagna mannréttindum. Ég hefði bara ekki geðið mér til þess að fara hann í bæ og sjá ráðherra vera að fagna mannréttindum, því á sama tíma voru við að koma fólki í skjól. Undan yfirvöldum. Það var búið að hafna fæði og húsnæði og öryggi. Já, en við kannski förum aðeins inn á það. Ég meina Stígamót, þið hafið aðeins beitt ykkur eða verið að reyna að beita ykkur til að aðstoða fólk eða eitthvað? Reyndar ekki mikið. Það er náttúrulega hlutverk Stígamót að við rekum ekki atkvarf eða neitt slíkt, en við náttúrulega beitum okkur gegn nauðgunarmannsali og öðru kynferðisofbeldi. Komið þið eitthvað beint að, eða kemur flóttafólk til ykkar? Bara í ráðgjöf eins og hver annar. Það hefur bara alltaf verið þannig á Stígamótu, það þarf ekki kennitölu. Við erum ekkert að skrifa niður nafn eða kennitölu, fólk bara kemur átna fornafni sínu
og þannig hefur það alltaf verið. Það hefur verið þannig að, alltaf. Og fá þau þá, ég meina fá hælisleitendur kynningu á því að þeim standi til boða að fara. Já, við erum búin að gefa út efni á nokkru tungumálum, bara svona alveg grunninn, hvað Stígamót býður upp á. Því miður verið að segja að það er tölugur biðlisti inn í Stígamót, en það hafa verið einhverjar konur fyrst og fremst held ég veit ekki til þess að kallar hafi komið í þessari stöðu en í ráðgjöf. Þannig að það er bara, við gerum ekki greinaminn á Íslendingum eða útlendingum eða ríkisfangi. Nei. En þannig að það sem gerist líka næst er að þetta fólk það reynir náttúrulega allt sem það getur til þess að komast í skjól og eru þá sko samtöku svo nú var Nína Helgadóttir hérna í viðtali við Rauðaborði í gær rétt og hún var einmitt að tala um svona svolítið úrræðaleysi að hversu vanmáttuð þau væru hjá Rauðakrossinum til að líka takast á við þetta. Eru samtök eitthvað að bindast einhverjum böndum? Það er hafið samtal, já. Bara á milli samtaka og svona einstaklingar sem hafa látið sig þetta varðar og ég vona að verði eitthvað að frétta því að ástand er þannig núna að það eru bara allir að gera eitthvað. Já. Að bregðast bara við. Í einhverju paniki, sko. Þetta er bara örvænting og svo bara líður dagur og annar dagur og annar dagur og ríkisstjórnin er ennþá að velta fyrir sér svona hvað og hvernig og eitthvað. En á meðan hefur náttúrulega fjöldi fólks og fjöldi samtaka verið í bara neyðaraðgerum. Og það er náttúrulega líka þá, sko, er það sem að stjórnvöldum gengur til að varpa frá sér ábyrðinu og kostnaðinum af því að þurfa að sinna hælisleitendum og bara velta því yfir á félagasamtök. Ég veit ekki, ég held að þeir nú bara eitthvað sálfræðing getið settið til að tökka ríkisstjórnir gengur til, sko. Já, ég held að væri en ég meina þetta er sagt leið, Ég skil ekki þetta hugarheim. Ég held að það hafi alvöru verið veðið á það að fólk myndi koma sér úr landi. Já, það allir. En við öll sem höfum starfað höfum sko einhver tíman komið nálægt þessum málaflokki, einhver tíman hitt fólki í þessari stöðu vissum og það myndi náttúrulega ekki gerast. En svo er eins og með, ég meina konur frá Nígeríu, þær eru ekki með skilríki til þess að komast neitt. Það er náttúrulega hluti af því að vera sko mansalsþolandi. Ég er að segja það. Þetta er svona eitt af því fyrsta sem þú ert svift, það er skilríki og gefur út fölsu skilríki til að gera þegar glæpamannesku og svo framvegis. En hvernig getur þá stjórnvöld veðjað á það að þú farir úr landi? Ég skil ekki þessa vanþekkingu. Stjórnvöld ætla sko að aðstoða þig við að ná í ný skilríki frá Nígeríu. Það er þessi samstarfsvilji sem er verið að tala um sko. Það er bara ekkert mál að vita er húsaskjól og fæði þú sýnir samstarfsvilja það að koma úr landi að gera allt til að auðvelda það að þú komið úr landi en hvort að það sé hægt að fá skilríki frá Nígeríu, ég veit það ekki ég kann ekki stjórnsýslu Nígeríu. Mér finnst líka svo ofsalega einkennilegt að þú veist það talað að fólk í viðkvæmri stöðu eigi sérstaklega að fá vernd sko og þú talar að þið vinnið þannig í gegnum Bjarkarhlíð með sko ráðuneytinu. Já, það er í rauninni mansalsmál sem eru í gangi á Íslandi. Já. En svo þegar það ásamt að ná líka til í rauninni, svo sagðir áðan fólk sem hefur orðið fyrir mansal annars þar. Fólk er náttúrulega allan heim. Bjarkarhlíð gerir það ekki í rauninni, af því að Bjarkarhlíð er bara að vinna með lögreglu til þess að fá einhvern veginn rannsókn á mansalsmálum sem eru hérna á Íslandi. En hins vegar eru það bara alþjóðasáttmálar sem segja að við eigum ekki að henda fólki út úr landi sem á hættu að verða fyrir mansali. Það er bara þannig. Þótt að það hafi ekki orðið fyrir mansali hérna á Íslandi. Og við erum ekki að virða það. Nei, við erum ekki að virða það viðkvæma hópa, við erum ekki að virða það að börn verði ekki sett í ómögulegar aðstæður. Það verður að brjóta öll þessi grundvallar. Já, og núna ítrekkaður börn sem eru fæðast hérna jafnvel fá ekki íslenska kennitölu og á að senda þau úr landi. Þannig að það er svona á öllum vikstöðum einhvern veginn bara brotið á mannréttinda sáttmálum sem við eigum aðild að, finnst manni. Það er þá greinilega engin viðurlög við því að brjóta þessa sáttmála. Af því annars hvers vegna myndi Íslenska ríkið með alla sína lögfræðinga ákveða að þú veist, keyra þetta í gegn, fá þetta samþykkt, hver svo sem að ástæðan er til þess að halda þessu súrrealíska ríkisstjórnarsamstarfi áfram eða hvað, að það greinlega er engin viðurlög. Þannig að ríki komast upp, þannig að mannfyrirlitningin er ekki bara innan landamæra svona eða þú veist, á ekki bara við fólk sem er án ríkisfangs, þetta er bara
En Þá er Það er ekki náttúrulega hægt að alþjóðlega. fara fyrir sko mannréttindadómstól Evrópu, Já. en það er náttúrulega ekki, hann getur ekki beitt ríki viðurlögum, hann getur Nei. slegið á puttan á ríkjum og hefur svo sem gert það. En það er alltaf bara svona í þessara orði. mála. Já. En sko, og svo er náttúrulega annað sem er stærra mál, það er bara uppgangur fasisma í Evrópu. Já, Skiljiði, já. ég ætlaði að segja sko, Akkúrat, já. að því þetta er líka, þetta er svo mikið tímamót einhvern veginn og svo sorgleg tímamót á Íslandi að sjá þetta gerast, að því þetta er einhvern veginn, í grunninn er þetta sko brjálæðislegur rasismi og kvenfyrirlitning. Það er svona það sem slær mig sko. Já. Og Já, þannig já. að þetta er svo mikið högg einhvern veginn í það sem að svona bara upp til hópa fólk heldur Ísland og Íslendingar halda það sjálfa þú veist, og við erum ekki þar, við erum bara komin á mjög, mjög vondan stað. Þetta er það sem er kallað the Nordic Paradox. Já. Það er að vera alin upp í því að vera búa í mannréttinda og jafnréttisríki Já, og en svo er og það samt ekki. eru ofbeldisglæpir og nauðganir og hvernig er réttlættu við það? Einmitt. Og launamisrétti og allt hitt líka. Allt þetta, já. Einmitt. Hvað heldur að ríkisstjórnin sé að fara að gera eitthvað í þessu? Heldur að þeir alltaf eitthvað neginn að reyna Sko bjarga andletinu? mér finnst einhvern veginn eins og sko, góðu fréttinnar finnst mér vera að það er svo mörgu sem misbyr. Það er svo margi sem er að hafa hátt núna og tala máli mannréttinda núna síðasti dag var miðstjórn ASÍ að gefa út ályktun sem hefast gott og það er komið einhvers konar samtala á milli þeirra sem er að gera ýmislegt. Þetta er ekki fréttamál sem hefur dáið á 2 dögum eða 3. Það er að verða rúm vika síðan einhvern veginn við gerum okkur grein fyrir að þetta væri að fara í þetta ástand. Það er töluvert inni ennþá og síðan náttúrulega verður þessu haldið á lofti af fólki sem er að aðstoða fólk í algjöru neyð. Það er ekkert að fara, vandinn er ekkert að fara. Nei. Þannig að það er nú góða fréttinnar og það skiptir máli að bara almennilegt fólk haldi áfram að hafa hátt. Og ég bara veit ekki. Ég veit ekki hvort ég er bjartsýn eða svartsýn. Þetta er surrealist. Já. Maður er einhvern veginn, fyrstulega, ég hélt á föstudaginn að þetta þeim er ekki hent út á götuna. Já. Ég trúði ekki fyrir það gerðist og það gerðist og svo maður búin að bíða eftir viðbröðum stjórnvalda og það er einhvern veginn verið að henda bolta á milli sín, endalaust. Ég hef reynda samúð með sveitafélögum, skilur við. Já. Það er alltaf verið að setja meira og meira á þau. Akkurat. Og það einhvern veginn fylgir ekki fjármagn og þau eru bara byttuð fyrir ekki, það er kannski þurft að ræða það að taka boltan. Það er ekki hægt að setja lög og svo bara einhver sér þetta. En ég verður bara samt að segja eins og Sema sagði í ávarpinu, eða þegar hún ávarpaði þannig á Instagram í, hvað var það ekki? Já, með streymið, já. Já, með streyminu, að bara mér bara drullu sama. Já, að því að því þetta eru líka bara allt einhver svona tæknilegar úrlausnir og af hverju þegar við erum að tala um líf og limi fólks er það að því að þetta fólk er svart dökkt á hörund sem að við ætlum ekki að bara redda þessu núna og koma því í skjól og ákveða svo hvernig við leysum úr peningamálunum. Það er það sem maður hefði haldið. Já, af því það má fara aftur bara, þú veist, til 2008 við bankahrunið, að það var ekkert mál að redda pening og bjarga bönkunum. En alltaf þegar einhver raunveruleg svona mannúðarmál verða einhverjum krísum, að þá getur ekki fundið þessa peninga sem til þarf. Og þetta er ekki margir. Nei. Þetta eru örfá ræður, 50 Og á sama tíma við erum að eyða ótrúlega miklum pening í að reyna að koma þessu fólki úr landi. Á sama tíma erum við að reyna að fá fólk til landsins til að vinna. Já. Þetta er náttúrulega svo galið. Já. Ég meina hvað? En það er bara alveg svo við búið að rannsaka núna, eða þú veist þið náttúrulega verið að tala um núna varandi bara og svona félag eins og Nóbordir og annað skilur bara landamæri og landamæra varsla og bara hvað er gríðarlega mikið dauðsföll við það að fólk sé að reyna að komast á milli landa þú veist eins og bara bátarnir að sökkva eða vera að skjóta á það fyrir utan Líbíu eða hvað sem er skiluru að fólk að flótta deyr umvörpum við það að reyna að komast frá A til B
yfir landamæri. Já, frá náttúrulega the Global South, sko. Já. Þannig að Evrópusambandið er náttúrulega borgað þarna einhverjum ríkjum fyrir að sinna þessari landamæriverslu og það er bara svo drífaður að segja náðan með bara uppgang fasismans. Þú veist, hvað er rasismi og kvenfyrirlitning annað en bara tvær stóra súlur í fasisma og það er kannski ekki skrítið, sko. Það er svona sem að maður fær engan botn í þessar aðgerðir, þú veist. Vegna þess að þetta hlýtur náttúrulega Ísland er ekkit undanskilið þessari þróun. En við erum líka... En það maður samt ekki sko skella skuldinu bara þetta er hluti af alþjóð og þróun og eitthvað. Nei, hún er náttúrulega hræðileg. Hún er hræðileg, það er það sem ég er að segja. En ég meina, en þetta hefur gengið svo langt, þú veist, með því að fara og samþykkja þessi lög, þessi 38 þingmenn sem samþykktu þessi lög, að þú veist, þeir afmá nöfn sín ekkit af þessum Þetta er bara ævarandi skömm. Þetta er ævarandi skömm að samþykkja þetta. En svo erum við líka með svo mikið, bara allt og mikið af fólki í landinu sem að kannski kausi þetta fólk og studdi þessar aðgerðir beinlínis vegna þess að þetta fólk var ekkert að tala eins og það vildi ekki flotta fólk í burtu skilur fyrir kosningar. Við vitum það alveg að þetta fólk bara var á móti flotta fólki beinlínis. En síðan er þetta náttúrulega, sko, stjórnmálamenn er náttúrulega líka einhverju liti fyrirmyndir og setja tónin fyrir samtalið og samræðunar í samfélaginu og sá tónn hefur breyst mjög mikið síðustu vikur. Hann hefur gert það. Alveg rosalega. Já, það er nefnilega málið. Og orði bara svona fasíski, rasíski undirtónn er orðin hérna hávær og bara fólk talar svoleiðis á hans að skama sín. Já, bara samþykkið þetta og það er það sem er skelfilegt, það er það sem ég er að segja. Mér finnst líka svo sorglegt að ég mitt bara vinstri og jafnvel þingmenn samfylkingar hafa sko látið út úr sér svona orðfæri eins og sko, ég ætla ekki að nefna nöfn eins og bara svona, já við erum með þetta flóttamanna vandamál. Hvernig, við þurfum náttúrulega einhvern veginn að leysa þetta flóttamanna vandamál. Sko, það er bara hvernig á það er litið hvort að við séum með flóttamanna vandamál og við erum hérna á Íslandi kannski ekki með neitt flóttamanna vandamál sem heiti getur það er all þjóðin með flóttamanna, allur heimurinn með flóttamanna vandamál skilur en ég menna sem á nú rekja líka aftur hingaði það ekki til norðursins, þú veist ég meina það er grunnrótin að þú veist lífstíl okkar hefur valdið þessu. Já. En það var eins og sem að sagði líka. Það fer allt eftir því hvernig maður mitt snýrði. Þannig að hérna, þetta er ekki, og ég menna þegar bara fólk sem er sko með sérþekking á flóttamannamálum talar, þá talar það ekki til dæmis að þessir klassísku flóttamenn sé að valda einhverju bugun á kerfunum hérna á Íslandi. Það er ekki þannig. Nei. Þannig að það er uppi einhver alveg rosalega miskilingur og svona, ég veit það ekki hvað sko. Sem ég held að sé bara kerður áfram á einhverjum fordómum. Já, og vanþekkingu, en það er kannski líka vegna þess að við höfum svo sem ekkert mikið verið að ræða flótta fólk hingað til, eða það er líklega þannig? Nei, og svo einhvern veginn er þetta flókin umræða, þú veist, það er alls konar merkimiðar og lögin eru flókin og ferlið og það er svo fáið sér treysta sér inn í svona flóki, svo aldrei er svo kvótakerfið eða eitthvað fólk svona bara, þú veist, hefur ekki sjálfstrest í að vaða inn í þetta. Já. En það er náttúrulega líka, sko, ég er nú engi sérfræðingur í lögum eða ferlum á þessu sviði, en þú veist, það er hægt að fara inn í þetta bara sem manneskja og tala máli fólks. Einmitt. Og bara að við að vera dísent manneskjur og við að krefja yfirvöldum að vera dísent við annað fólk. Já, akkurat. Einmitt. Nákvæmlega. Og mér lókar líka hvetja fólk til þess að sko horfa á heimildamindir, bara það er þetta að fara inn á YouTube og horfa á alls konar heimildamindir til dæmis mannsal og flóttafólk. Af því við erum ekki, það er bara, ég man ekki eftir miklu efni sem er sýnt hérna til dæmis í sjónvarpi eða annað þessi mál, sko. Já, ég segi það er svona kannski auðvelt að skipa í fylkingar svona með á móti, sko, vegna þess að við höfum enga umræðu hefðum þetta. Fólk hefur ekki kannski miklu þekkingu. Nei, einmitt. Já, þetta eru flókin og viðkvæm mál, en samt alveg sumpartin einhvern veginn einföld þegar kemur að bara ætlum við að sína mannúð eða ekki. Þannig að ég bara vona innilega að eitthvað gerist. Það er bara við erum á tímamótum, það verður ekki nú oft sagt. Þetta er það er eitthvað sem gerðist í okkar samfélagi. Já. Og fólk sem vill ekki hafa svona samfélag, það verður að láta í sér heyra. Nú er tíminn. Nú er tíminn. Herðu, bara skorum á hlustendur og áhrifundur að bara gera þær aðgerðir að sínum. Þakka kærlega fyrir komuna, Drífa. Takk. Og við þakkum fyrir okkur, verðum hérna aftur að viku liðinni.
Höldum kannski áfram að ræða flóttamannamál eða eitthvað annað. Það fer eftir því hvernig dagarnir vinda upp á sig núna í framhaldinu. Takk.